Góðan daginn aftur og verið velkomin á guðþjónustuna hérna í kirkjunni okkar í dag. Good morning and heartily welcome to our service today. Og við skulum hefja þessa stund með því að skulum hefja þessa stund með því að við fáum hérna tilkynningar hérna upp á vegg. We have some announcements today that you see here on the wall. Það eru bænastundirnar og það eru klukkan 12 á þriðjudögum. It's about the prayer meetings here on Tuesdays at 12 o'clock. Og svo það búðin okkar allt mögulegt að hún opin hana á þriðjudögum og fimmtudögum milli 14 og 18. Then we have the charity shop here on Tuesdays and Thursdays from 2 to 6. Og svo það súpustofan og hún frá klukkan 18 til 20 and the á þriðjudögum. Soup kitchen on Tuesdays from 6 to 8. Nú, svo það á morgun, nei, þetta hérna, Íslensku námið. Já, íslensku námið fyrir útlendinga og þeir sjáu á hvaða dögum það hérna. Yeah, and then we have here in the church Icelandic courses here, and you can see that they are both on Tuesdays and Wednesdays. Og svo það hérna á morgun sem að við ætla að hafa kynningu svona á og bjóða okkur að borða með þeim og það frá Íslandi, Lettlandi og Litáen sem ætla að vera með það núna. Þetta verður eitthvað í svipuðu formi og var frá Filippseyjum í Hafnarfirðinum fyrir stuttu. Then tomorrow we have a Baltic Food and Culture Day where we it's going to take place here in this church at 5 o'clock. It's similar to what was in Hafnarfjörður for the Filipino Day. Og svo verið að hérna tala sumamótið á Hlíðarskóla og það verður þarna 22. til 24. núna maí. Then we have the camp meeting at Hlíðarskóla the 22nd to the 24th of May. Og svo það námskeið fyrir helst börn það ekki sem á að vera hérna á miðvikudögum og frá 5 til 7 og svo aftur á sunnudegi og það verið að kenna þeim svona ýmist föndur og það einhver Pavel Doromín sem með það. And then we have on Sunday we have a model day or technological club here in the church. Yeah, well, both on Wednesdays and Sundays. Svo hérna vinnufundur í kirkjunni. Það best að Erik takja það sér. Það. Við ætlum að taka svolítið til í kirkjunni hérna. Þú þýðir þetta fyrir okkur hérna. We want to tidy up and do something for our church here in Ingólfsstræti. Þetta svolítið erfitt að því venjulega höfum við haft svona fundi á sunnudögum alltaf. Það hefur verið svona vinnufundadagurinn. As you know, it has often been on Sundays that we have met in spring and done something here for the church, cleaning and the garden. En sunnudagarnir svo ásetnir að það ekki nokkur leið fyrir okkur að finna nokkur tíma til að gera það á sunnudegi. And now that Sundays are so packed with things that are happening that we're trying to find another solution. Ég sá bara hérna Food and Culture Day og það líka AA-fundir og það pólsk kirkja sem hér á sunnudegum, svo það mikið að vera. There are many things happening in this church on a Sunday. Við stungum, ég nú hætti stingu upp á þessu en það svona vinnuhópur sem ætlar að taka þátt í þessu en það bjóða öllum að koma og taka þátt á mánudögum frá allan daginn á miðvikudögum eftir klukkan 1 og á fimmtudögum allan daginn
bara þessa daga, þeir sem mögulega getur komið og hafa séns á að taka þátt, þá erum við hér með verkfæri og allt tilbúin til þess að sinna So vinna next þessu vinnu. week, there will be 3 days, the whole day, well, the whole Monday and the Thursday, and then half day on Wednesday, where we'll come and we can help out and do something for our church. Spennandi að fá að taka svolítið þátt í viðhaldi kirkjuna, svo gjörðu þið svo vel. It's exciting the way we can come here and make things nice here for our church. Ætli séu- já. Þá eru, Oh, there's another. Sorry. Yep. Yeah, okay. In behalf of the church board member, I would like to give again the second reading. This is the second reading of the transfer of membership of Miss Janeline Murada from the Madrid Seventh-day Adventist Church, Philippines, to our church, Advent Kirkjan i Reykjavik, Iceland. May I request, sorry. Okay. Hún að tala að það er verið að kjósa núna, eða það er annað skipti sem verið að lesa upp flutning á safnaðarbrefi fyrir Janeline frá Madrid Seventh-day Adventist Church, Philippines. frá Madrid kirkjunni í Filippseyjum til okkar kirkju hér í Reykjavík. Yes. As approved last April 29, 2026 during the church board meeting, Og þetta var samþykkt 29. apríl síðastliðinn. may I request Miss Janeline to stand Janeline, má ég biðja þeim að standa á fætur to be recognized by everyone. svo við getum búið hana velkomna. Brothers and sisters, I have a question. Do you like to, or do you accept Janeline to be part of our church? Og þá bara formlega Please þið raise your samþykkt, hand. við skulum reisa hægri hönd. Thank you. Ó, Okay. þá yeah. vilt hann gjarnan að þið haldi hendinu svo við getum talið hvað eru margir Okay, sem let us count. Yeah. Okay, 1. Já. 17, 18, Ok, 18. já, Yeah. Okay, thank you so much. takk fyrir. Was there another announcement or no? Ok, þá er það komið. Þá bara mátt það. þá er þetta allt saman komið og þá skulum við hefja þessa stund með því að syngja sálminn númer 6a. Now we will turn to the hymnal, and we can see it on the wall, and we will sing together the hymn number 318.
Skulum rísa vært. Dear Father in heaven, we have sang about your beauty and your mightiness and what you are doing in this world, that you create every good thing. And we ask you to be among us today when we worship you and when we open your word. Pray that in Jesus' name. Amen. Og nú það gjafirnar í safnaðarsjóð. Just remind you of that we collect offerings, and this time it goes to the running of the church. Og það eru falleg box komin í andirið sem við getum sett bæði kristibórsgjafir og safnaðarsjóðsgjafir í, og svo líka posin sem við getum. Just to let you know that there are now 2 boxes that are in the foyer. So when you leave, you can put your offerings or tithe or offerings into these boxes, or use the machine, the card machine there. En við skulum lúta höfði aðeins og þakka fyrir gjafir. Let's pray. Faðir og himnum, þökk fyrir allt sem þú gefur okkur og við getum gefið frá okkur. Þú blessa þessa gjafir sem að verða lagða fram, og við felum þér allt í Jesú nafni. Amen. Þá það. Við ætlum að syngja hérna sálminn númer 13. Now we will sing the hymn number 13. Lofi,
Þið viljið bara fyrirgefa að það var eitt vers hérna í viðbót en það kom ekki þarna upp svo að Yeah. við tökum bara viljan fyrir verkið. There was obviously a little misunderstanding as there were more verses in the hymnal than it was on the screen, but I hope it was okay. Og nú ætlar hún Jenny Lee að lesa fyrir okkur ritningatextan hérna á ensku og svo mun ég lesa á íslensku á eftir. Nú ætlar Jenny Lynn að lesa ritningaversið á ensku og Bogga mun lesa það á íslensku, gjöru svo vel. I'll be reading our scripture reading this morning. Can we all rise? It is found in John, the book of John, chapter 2, verses 1 to 5, and John, chapter 19, verses 25 to 27. Let me start in John 2, verse 5 to 5. And it says, on the third day of the wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said unto him, they have no more wine. Verse 4, woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. His mother said to the servant, do whatever he tells you. John chapter 19, verse 25 till 27, it says, near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. Hún tók að úr Jóhannesarkafla, öðrum kaflanum 1-5. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar. Jesús var og boðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En ef vínið þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesús svaraði, hvað viltu mér, kona? Minn tími ekki enn kominn. Móðir hans sagði þá við þjónana, allt það sem hann segir ykkur, það skuli þið gera. Svo kemur aftur hérna í framhaldi úr Jóhannes 9, 25 og 27. En hjá krossi Jesús stóðu móðir hans og móðursystir María, kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína, kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin, nú hún móður þín. Og þá komið af henni. Það ekki? Já, við skulum fyrirgefið, ég eitthvað nervus í þess öll í dag, en við skulum lúta höfði. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir að við getum komið hér saman í dag í húsi þínu, þar sem að við getum tilbeðið þig í friði og ró. Sem betur fer það hér á landi ekki stríð og annað sem að hrjáir út í heiminn. Þú vaki yfir þeim sem að lenda í svona áföllum eins og stríði og þurfa að flýja. Þú blessa það fólk allt og gefa að það mætti finna þig í þessu stríðsástandi. Og svo leggjum við vini okkar í þínar hendur sem eru veikir. Þú einn veist hverjir það eru hér á landi og annar staðar. Og blessa þau sérstaklega, fjölskyldur þeirra, og halda þinni verndarhendi yfir
þeim. Blessa okkur komandi viku og við mættum eiga góða viku og þökk fyrir þær bænheyrslur sem við höfum fengið. Við lofum þig og við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Ég held að sé komið hér að tónlistaratriði. Nú býðu. Já, það er mæðradagurinn á morgun, fyrirgefiði, ég rugla þessu öllu. Það er mæðradagurinn á morgun og nú vilja þær sem eru hér við stjórnvölinn frá Filippseyjum gera eitthvað sérstakt fyrir okkur. It's Mother's Day tomorrow, and then our leaders from the Philippines, they want to do something nice for us. We're all excited to see what they're going to do, so come on. This weekend, we are celebrating a special celebration, Mother's Day. Svo þessa helgi þá sérstakur, sérstakur dagur til þess að fagna og það mæðradagur. For that, we prepared a simple but sweet presentation. Og okkur langaði þá að vera með smá kynningu hérna fyrir ykkur. So let's all watch from the screen. Við skulum þá horfa hérna upp á vegginn og sjá hvað þau hafa búið til. And then after, og á eftir, we are going to give flowers to our dear mothers. Þá langar okkur að gefa öllum mömmum hérna blóm. Okay. Skulum horfa þá á þessa sýningu. Við þökkum. Þið verið að fyrirgefa, ég veit ekki hvað það var, en þetta var ekki mér að kenna. Þetta eitthvað vandamálarna uppi. Every
is the president who makes sure the people of the country is secure, is the engineer who builds the skyscrapers, is the doctor who treats patients when they're sick, is a wire to the fence office, is the police officer who makes sure everyone follows the law, is the teacher who teaches you to read and write. In my opinion, the best job in the world is none of the above. They can be who they are, but not as the one. What's that? Yes, I'm mother. It's called a job, but they work, they cook, they clean, they do the laundry, they care for the young children, they do groceries, they do so many things that make sure we are safe and help us build our first playhouse and play with it and clean and get our wounds, to stay at play, to take care of us when we're sick, and get fat and things that scared us, struck us so big. We also teach us many things, like only alphabets and numbers. Our mothers do a priceless job. Babies do it every single day, even when they're tired, when they're sick, when they're busy, even when they're away. What price can we give them? A hug, a kiss, a helping hand, our respect, our obedience, and our love. The Bible says we shall honor our mother, and that we shall remember
þökkum kærlega fyrir þetta mæðradags atriði hér og blómin sem að þið veitið okkur. En nú mun vera tónlistaratriði. We would just like to thank you so much for the Mother's Day present that you had, and now we have a special music here, please. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. Love of the Spirit will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul, and glory filled my soul, filled my soul.
Við þökkum þeim kærlega fyrir. Thank you so much for this music item. Gaman alltaf að fá einhver svona It's always tilbreytingu í kirkjun okkar. good to have a music item here for us. Thank you so much. Og nú það komið að Ivo með ræðuna. And now we invite Ivo, gjörðu svo vel. Ivo to come up. So for those who do not know, that, Fyrir þá sem að vita ekki, so that this Mr. and song is Bernard, að sá sem að söng hérna með líka heitir Bernard and welcome to get to know him later. og það verður gaman að fá að kynnast honum hérna á síðar. He has finally come to see where did his wife go. Hann loksins kom og fann hvert konan var farin. So we are happy to have you. Yeah. Svo það gott að hafa þig hérna með okkur. We read the Bible reading earlier from the Gospel of John. Við lásum hérna í Jóhannesar Guðspjalli áðan And there were two stories. og þar voru tvær sögur. There are emergencies. Það eru slys sem að gerast And then there are these different type of emergencies. eða eitthvað sem að gerist já, í rauninni kemur upp og það eru tvær típur af svona áföllum eða hlutum sem koma upp. At the wedding, the wine runs out. Já, og fyrra svona áfallið að það sem gerðist var það að vínið var búið í brúðkaupsveislunni. And that is awkward, Og það mjög óþægilegt. socially catastrophic. Í rauninni mjög slæmt svona félagslega fyrir það sem að gerast. And somebody is going to talk about it the next 10 years. Og næstu 10 árin verður talað þetta atriði. Yeah, there are stories, you have been to weddings that will be remembered. Og þið hafi kannski verið í brúðkaupum það sem að þið munið eftir einhverju atviki sem að bara þú manst og manst eftir. And in this wedding there was really nothing to eat. Og í þessu brúðkaupi þá var í rauninni ekkert mikið að borða. And then there is another moment. Og svo það annað sem kemur upp. And at another moment it feels like everything is running out. Og þannig það í því atriði að þar að þá það eins og allt sé bara að þrótum. A cross, Það kross, public execution. það verið að taka af lífi einstaklinga fyrir framan alla. And in both of these stories there is a mother. Og í báðum þessum sögum eru mæður. Let's go to Cana. Förum við fyrst til Kananslands. This is early in Jesus' public life. Og þetta mjög snemma í svona þjónustu Jesú. And he attends a wedding in a small village called Cana. Og hann fer í brúðkaup í litlum bæ sem heitir Kanan. It's a wedding. Og það brúðkaup. Everything is joyful. Everybody is joyful. Allir eru mjög glaðir. Everything is working well. Allt gengur vel. Until suddenly it isn't. Þangað til allt í einu að það það ekki. The wine runs out. Vínið allt búið. And we should notice something here. Og við erum að taka eftir einu hér. And Jesus didn't come alone. Að Jesú hann fer ekki einn í brúðkaupið. He came with his disciples. Lærisveinar hans eru með honum þarna. At this point maybe 5, 6 of them. Kannski 5, 6 af þeim. And suddenly the number of guests increases. Og þá allt í einu orðið bara fleiri gestir en gert var ráð fyrir. Maybe in these times, you could always take all your friends when you were invited. Já, kannski var það bara þannig á þeim tíma að þú gast bara boða öllum vinuðinu með þér í brúðkaupið. Maybe it's not so good habit to follow in this culture where we are. Já, kannski það ekki alveg passandi við þennan kúltúr hér á landi hér. But the supply doesn't increase. En þá verður eftirspurni meiri. And the math of supply stops working. Og þá gengur ekki alveg upp það sem að búið að áætla og það sem að fer út. And one person notices before anybody else. Og það ein manneski sem tekur eftir þessu áður en aðri taka eftir því. Of course she does. Og auðvitað gerir hún það. Oh, Jesus didn't come alone. Jesú kom ekki einn.
He brought his disciples, Hann var með lærisveinina sína and suddenly the wine is gone. og vínið búið. And somewhere in her mind, she's thinking, Og hún hugsar, this might be connected. kannski hefur þetta eitthvað með það að gera að hann tók allir vinnin sína með sér. It's a mother. Þetta mamma, Jesus, Jesús. they have no more wine. Það ekki til meira vín. It sounds like information. Þetta eins og svona einhverjur upplýsingar, And let's be honest, en lítum nú á þetta. that sentence may sound polite, Þetta hljóma kannski bara svolítið kurteislega, but every mother knows exactly what it means. en hver einasta móðir veit hvað þetta þýðir. It means Það þýðir, something is wrong, það eitthvað að. and I've noticed it. Og ég hef tekið eftir því. And since you are here, Og fyrst að þú ert hér, you are going to fix it. þú átt þá bara að laga það. And it's the tone. Og það þessi tónn. It's the same tone as, we have run out of milk. Og þetta sami tónnin og nú öll mjólkin búin. The car is making a sound. Það eitthvað skrítið hljóð í bílnum. Something smells burnt here. Það einhver brunalikt hérna. And you're not being informed. Það í raun ekki verið að gefa þér neinar upplýsingar. You are assigned. Það verið að gefa þér hlutverk. Jesus responds in a surprising way. Og Jesú hann svarar á svolítið svona sérstakann hátt. My hour has not yet come. Hann svarar, tíminn minn ekki kominn. And in other words, it says, not now. Með öðrum orðum, ekki núna. This is not the moment. Þetta ekki rétti tíminn. And at that point, every normal conversation ends. Og vanalega þá enda samtöl á þessu. Except this one doesn't. En þessi hérna, þetta samtal endar ekki þarna. Mary doesn't argue. María fer ekkert að rífast. She doesn't even respond to Jesus directly. Hún svarar ekki einu sinni Jesú beint. She turns to the servants and says, Heldur snýr hún sér að þjóninum og segir, do whatever he tells you. gerið þið bara það sem hann segir ykkur. And she sets things in motion. Og hún kemur þá í raunin hlutunum af stað. She basically says, he says, it's not time, Hún segir, eða hann segir að þetta ekki tíminn, but it is. en það This is such a mother moment. Þetta svona típist mömmu moment. You may know this moment. Þið kannist kannski við svona moment. You'll say, I do it later, Þú segir kannski, já, ég geri það setna, and your mother says, no, you won't. og mamma þín segir, nei, það ekki svo leys. Or maybe tomorrow, Kannski morgun? no, now. Nei, núna. But there is this deeper question. En það dýpri spurning þarna undir. Is this faith, Þetta trúarlegs? or is it pressure? Eða verið að þrýsta á eitthvað? Is Mary trusting God, María að treysta Guði? or is she trying to move ahead of God? Eða hún að reyna að ýta verkinu áfram á undan Guði? Because Jesus said, it is not time. Því Jesús sagði það ekki tími. But Mary acts like it is. En María segir, jú, það And in this story, we don't get an immediate answer. Og í þessari sögu fáum við ekki svari strax. The story just moves on. Bara heldur sagan áfram. The miracle happens, Það kraftaverkið bara gerist and then we move forward. og við bara höldum áfram. But John leaves us a clue. En Jóhannes, hann skilur eftir smá tákn eða vísbendingu. And Jesus says something very specific in this Og story. Jesús segir eitthvað svolítið sérstakt hérna. He says, my hour has not yet come. Tími minn ekki kominn. And in John's gospel, this phrase matters. Og í Jóhannes Guðspjalli skiptir orðalagi hér máli. Because every time the hour is mentioned, Því hver skiptið sem að tíminn eða hour talað þennan tíma, it's pointing somewhere, þá verið að benda fram til einhvers. not to a wedding, Ekki brúðkaups, but to a cross. heldur eitthvað að fara yfir eitthvað.
Now we move forward. En nú höldum við áfram It is years later. og það eru liðin nokkur ár It's another crisis. og þá kemur aftur upp eitthvað vandamál. And this one is not embarrassing in that sense. Og þetta er í rauninni ekkert svona neyðarlegt atvik. This is irreversible. Þetta er atvik sem að ekki er hægt að breyta. This one is not about wine. Þetta fjallar ekki vín, This one is about a son. heldur son. Jesus was nailed to the cross. Jesú var negldur á krossi And John tells us, og Jóhannes segir okkur near the cross of Jesus stood his mother. að nálægt krossinum stendur mamma hans. That's it. Það er allt sem segir. No speech, Það er engin ræða, no request, engin beiðni, no intervention, ekki eitthvað sem að er verið að koma af stað einhverju, just one word about her. heldur bara eitt orð hana, Stood. stóð. At the wedding, she noticed the problem. Í brúðkaupinu þá tók hún eftir vandamálinu, She spoke up. hún talaði og talaði upp og sagði hlutina, She pushed things forward. hún ýtti hlutum að stað, She made something happen. hún leti eitthvað gerast. And at the cross, En hjá krossinum she doesn't stop it. þá getur hún ekki stoppað það. She doesn't speak. Hún talar ekki, She does not try to change the outcome. hún er ekki að reyna að breyta niðurstöðunni, She just stands there. hún bara stendur þarna. And if this were the same Mary from Cana, Og ef þetta er sama María sem að var þarna í brúðkaupinu í Kana, you might expect something like, heyrðu, nei, þá myndur kannski búast við einhverju svona eins og bara, heyrðu, þetta gengur bara ekki. þetta bara gengur ekki. Nei, hey, this doesn't work. Yeah, or she were English, En ef hún væri ensk, she would say like, excuse me, fyrir gefið, this situation is unacceptable. þetta er ekki í lagi. But she says nothing En hún segir ekki nei, because something has changed. því að það er eitthvað sem hefur breyst. And so the real question is this. Svo að spurningin er þessi, What happened between Cana and the cross? hvað kom eða hvað var það sem gerðist á milli þess að tveggja atriða, frá Kanan og krossinum? How does a mother go from, do something immediately to complete stillness? Hvað er það sem gerist hjá mömmunni, móðurinni, frá því að vera þarna í aksjón og alveg fram að vera í þögninni við krossin? It is not because she became weaker. Það er ekki það að hún varð eitthvað veiklundari It is not because she stopped caring. og ekki það að hún hætti að þykja væntum, It's not because she had lost faith. ekki það að hún hafi mist trúna. If anything, this is a deeper faith. Heldur er þetta frekar dýpri trú. And remember from Cana, En ef við munum Kanan, my hour has not yet come. að tími minn er ekki kominn, And at the cross, the hour has come. en við krossin þá er tíminn kominn. And somewhere along the way, Og einhver staðar þar á milli, Mary understood what that meant. þá skildi María hvað það þýddi. And the hour was not just about miracles. Og þessi tími hafði ekki með bara miracles, kraftaverk að gera, It was about suffering heldur var þetta þjáningu and sacrifice og fórnir and surrender. og að gefast upp. It was about a path Þetta var leið that should not be interrupted. sem að ekki ætti að í rauninni að breyta. At Cana, Mary saw the problem Í Kanan þá sá hún vandamálið and she stepped in. og hún gekk inn í málið, And at the cross, Mary sees what God is doing en við krossin þá sér María hvað Guð er að gera and he steps back. og hún stígur aftur. And this is where it becomes real for us as well. Og það er þar sem að þetta verður svolítið raunverulegt fyrir okkur. Because every one of us who loves someone Því að hvert okkar sem elskar annan lives in this tension. lifa í á þessu
í rauninni þessu tension, svona, já, svona í þessu sem í gangi, svona. or dilemma. Já, eða þau vandamál eða það sem að gerast. And maybe especially mothers. Og sérstaklega kannski mæður. When do I step in? Hvenær á ég að ganga inn í málið? When do I speak? Hvenær á ég að tjá mig? When do I fix something? Hvenær á ég að laga eitthvað? And when I don't? Og hvenær á ég að láta það vera? And parents know this especially. Og það eru foreldrar sérstaklega sem taka eftir slíku. You know, when children are small, Þegar börnin eru lítil, you know, you fix everything. þá ertu í rauninni að laga allt. You tie their shoes, Þú reymar skóna, you solve their problems. þú leysir vandamálin, And when they grow older, en svo þegar þau verða eldri, there comes this painful moment þá kemur þetta erfiða tímabil. where helping means stepping back. Það sem það að hjálpa þýðir að taka skref aftur á bak. And you see the mistake coming, Þú sér mistökin vera að gerast, you know it. þú veist það, Everything you want to say is that don't do this. og allt sem að þú vilt segja ekki gera þetta. But sometimes love says, En stundum þá segir kærleikurinn og elskan, I'll be there ég hér, even if you go through this. jável þó að þú farir í gegnum þetta. And Mary at the cross is not passive. María þarna við krossinn ekki í rauninni passív. She's doing something incredibly hard. Hún að gera eitthvað sem rosalega erfitt. She's allowing God's work to happen. Hún að leyfa verki Guðs að ná fram. Even if it breaks her heart. Jafnvel þó að það í rauninni kremji á henni hjartað eða hún verði alveg, já, þetta sé slæmt fyrir hana. And we often think that love means fixing, Við höldum oft að kærleikurinn sé að laga alla hluti, or rescuing, bjarga, preventing pain. koma í veg fyrir vandamál. But at the cross, love means En við krossinn þá þýðir kærleikurinn remaining present when you actually cannot fix it. að vera til staðar þegar þú getur ekki lagað það. At Cana, Mary said, do whatever he tells you. Í Kanan sagði hún við þjónin, gerið það sem að hann segir ykkur. And at the cross, she's letting go. En í krossinn þá lætur hún þetta fara. And she says, I trust what God is doing here. Og hún segir, ég treysti því sem Guð að gera. And Lord, I trust you. Guð, ég treysti þér. So I wish with these two stories Með þessum tveimur sögum, from the life of Mary, the mother, með sögur Maríu sem móður, that it may inspire every mother here megi þessar sögur í rauninni vera til hvatningar mæðurum hér and every one of us og okkur öllum who we grow in faith. þegar við í rauninni vöxum í trú. Amen. Amen. Takk fyrir. Takk. Og við þökkum Ivo kærlega fyrir, Thank you, Ivo, for these words, fyrir góðan boðskap. for good message. Þetta höfða til okkar margra, mæðra og allra It really sem að höfum upplifið að ala upp börn og úlinga. spoke to us, mothers and others who have raised children and youth. En nú skulum við finna okkur sálminn númer 299. Let's find the final hymn, number 299.
Ívo, gjör svo vel. We will now have the benediction. Please stand. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Og þá komið að lokum að þakka ykkur öllum. Thank you all here for coming. Og við þökkum sérstaklega fyrir þá sem hafa lagt ýmislegt á plóginn. And thank you for the special items that have been here and all that you have been partaking here at the service. Bæði fyrir leksju og for the Bible undirspil. study and for playing the piano, og útsendinguna the technicians og dyravörsluna and the keeping of the door here. Og þá sérstaklega Ívo fyrir uppbyggjandi boðskap til okkar. The music and Ivo for the message today. Og þó að við, eins og ég búin að ala upp mín börn. Even though I have raised my children. Og á barnabörn og barnabörn. And I have grandchildren and great-grandchildren. Og það allt svo dásanlegt þegar að fjölskyldan stækkar og alltaf fæðast ný börn sem tilheyrir unga fólkinu. En ég löngu komin upp úr því. And we are just thankful for all the children and all the things of the family. Já. Og mér langar að segja eitt. I want to say one thing. Að því Harpa stendur hérna við hliðina á mér. Að mér finnst eins og Harpa, Fróði og börnin séu eitt af mínum börnum líka. Að því Kidda alltaf uppáhaldsfrænka. Yeah, and she wants to share that my family has been close knitted to her family. We are related, and Kidda, Amma, is her favorite aunt. Og ég vil þakka bara aftur kærlega fyrirgefiði. Thank you all. Svona nervus fyrir þessu. I was a little bit nervous. Nú bjóðum við ykkur öllum að koma hérna í hliðarsalinn og þiggja veitingar want to invite you og all spjalla saman. To the side room for food and for conversation. Eigum við að hafa smá borðbann áður. Let's have a prayer for the food. Himneski Faðir, þökk fyrir að við höfum ávallt fullt borð matar. Þú blessa samveru okkar einnig þar eins og búið að vera hér. Og við lofum þig og þökkum í Jesu nafni. Amen. Amen.